Já, það alveg merkilegt að núna kemur kameran ekki hérna inn. Blessaður Kolbeinn, hvað segir gott? Bara ljómandi þú. Ég mjög góður. Herðu, ég eitthvað að reyna að finna út úr hérna kamerunni, hún virðist ekki hoppa inn hérna fyrir mig. En við getum byrjað að bladra. Hvernig lífið að fara með þig? Já, það alveg. Nú er ég að gera sama, ég alltaf með kveikt á þessu. Hvernig lífið að fara með þig? Heyrðu, bara mjög vel. Það veturinn að klárast og maður lifið af enn helvitis veturinn á þessu skeri. Já. Nú kemur sumarið, þá getur maður aðeins slakað á og hérna tíma til að hugsa. Já, nákvæmlega. Heyrðu, ég bara í einhverju tómu tjóni hérna. Það kemur hérna eins og að myndin eigi að vera komin upp, en ég fæ ekki að sjá hana hérna hjá mér. Okay. Ég höldum áfram að blara. Við ætlum að tala ójöfnuð. Alright. Og Ísland. Hérna, hvernig horfir þetta við þér? Kosningarnar, byrjum á því. Kosningarnar, náttúrulega stóra spurningin í kosningunum, ríða, drepa, giftast. Já. Þetta var það sem við vildum öll vita frambjóðunar. Já. Ég held að þetta, mér líst bara ágætlega á þessa niðurstöðu. Ég held að það verið komin tími fyrir breytingar. Já. Það sé búið að vera svona kannski ákveðin þreyta í sérstaklega Reykjavík, gagnvart hérna samfylkingar meiri hlutum og bara það daldið þannig þegar sami meiri hlutin drifin áfram að svipuðu fólki í langan tíma þá verður ofta ákveðin svona stöðnun, ákveðin blinda og hérna ég held að þetta gerir bara borgarpólitíkinni gott að nú fyrir samfylkingin aftur vonandi að tegna borðinu og reynir að hugsa inn á pólitík upp á nýtt og hérna og kannski fá að sjá ykkur breyttar áherslur. Já, ég horfi á þetta á svona það bil sama máta, sko. Ég vildi út frá ýmsum öðrum forsendur líka sjá svona breytta mynd, sko. Og þá sérstaklega hvað varðar félagslegu málin og hvernig við ætlum að svona halda þessu áfram, sko. Ég skrýti líka út af því að samfylkingin sparkar eiginlega sínum eigin borgarstjóra, en samt sem áður einhvern veginn. Og mér varst alltaf að vera svona merki þess augljóslega að það væri eitthvað að hjá þeim, en þau náðu einhvern veginn, ég veit ekki hvort þau viðurkenndu það ekki svona fyrir sjálfur sér, sko. Nei, ég veit ekki alveg, sko, ég held að vandamálið hafi kannski líka legið aldrei í því að þarna er Pétur Martinsson dreginn fram og örugglega fíngur. Hann er mjög viðkunnalegur. Hann er toppmaður, sko. Já, þegar maður sér hann, þú veist, að skannum og svona, ég þekki hann ekki neitt, en það sem kannski vantaði var, sko, hvað breytist? Því að hann bara kemur hana og boðaði breytingar án þess að segja að hverja það hafi verið að. Já. Þannig að það vantaði aldrei þetta pólitíska erindi. Þannig að það var, ég held kannski hugmyndirnar hafi verið að þau geti þá gefið nýja mynd af sér að þau stæði fyrir eitthvað nýtt, það hefði orðið eitthvað skonar gerir breyting, en það bara varði engin breyting, sko. Nei. Þannig að það var kannski það sem að vantaði að selja þá sögukunni. Ég held líka náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn var heilt yfir stóri sigurinn, ekki bara í Reykjavík, heldur bara dálítið á landsvísu og það fannst mér dálítið athyglisvert trend í þessu öllu saman að því að hann hefur átt undir högg að sækja í landsmálunum, miðflokkurinn verið að vaxa mikið og svo gerist þessum kosningum dálítið virðist vera að fylgið að skila sér heim í kjörklefanum sem kannski segir okkur að það sé nú meira líf þannig í flokknum heldur en margir hefði trúað. Já, ég sko hérna horfið svolítið eins og ég nefnilega sko, ég var með Guðrúnu Hafsteinsdóttur hérna fyrir 2 dögum og hún er töluvert borubrattari heldur en maður hefur séð sjálfstæðisflokkin þóra einhvern veginn að vera í ótrúlega langa tíma. Svo aftur á móti bara spurning hvort að flokkurinn mun koma til með að standa við þessi loforð og hvað það þýðir nákvæmlega, sko. Já. Það verður líka mjög áhugavert að sjá svona hvort að þetta mun eitthvað vera eitthvað sem er hægt að gera strax. Ég var viðtalið við hérna með Stefáni Pálssyni og hann var að segja mér, þú veist, fólk í sumarfríi næstu mánuði og þú veist, ef við tökum sumarið þá eru komin 90 dagar, þá eru 10 dagar til að klára þetta strax, sko. Já, það er líka alltaf hættan, sko, maður horfir þetta slagur, það var pínu sniðugt en líka maður hugsa að þetta er gildra. Þau gætu, ef að fólk færði á tilfenginu að hlutir sig ekki að gera stratt eftir að taka við, þá getur það komið mjög hratt í baki að þeim og þetta skiptir að miklu máli, sko, hvort þau ná að skila því sem að þau lofaði að skila. Já, ég sammála þessu, sko. Það verður líka hérna út af því að þau eru rosalega hrifin af þessu 100 hérna
já, einhverjum 100 loforðum sko, eins og Ásdís Kristjánsdóttir var að nefna þetta líka í Kópavogi sko. En það verður bara áhugavert að fylgjast með því hvernig þessu vindur öllu fram. En hérna, mér langar að ræða við þig út af því að þú hefur rannsakað fátækt. Já. Og við ætlum að fara yfir svona félagslegar undirstöður og þetta hefur að gera með sveitarstjórnarkosningarna líka og við komum aftur inn á þær. En ég var að hlusta út af því að núna var stýrivaxtahækkun líka og ég var að hlusta á Sólveigu Önnu í morgun og ég ætla að spila fyrir okkur smá bút úr því viðtali og við hérna fáum bara að heyra það hérna. Óttastu þetta sívaxandi bil á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki á Íslandi? Ég vona bara allt fólk með fullu viti óttist það og við höfum núna viðstöðulaust frá árinu 2018 verið að reyna að benda fólki á það að í svona litlu samfélagi þá aukin misskipting og stéttskipting mikið eitur. Höfum miklar og alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir okkur núna hér heldur langt inn í framtíðina. Viljum við búa í samfélagi þar sem að hér vel sett milli og efri milli stétt íslensk og svo erum við með stóran hóp af innflytjendum sem að búa við skert kjör, sem að ná ekki endum saman, sem geta ekki alið önn fyrir börnunum sínum með mannsamandi hætti. Þetta samfélag sem við viljum búa í. Ég hefði haldið að við vildum það alls ekki, en því miður finnst mér margt benda til þess að fólk bara vilja ekki horfast í augu við þessa stöðu. Það bil hálf mynd eftir. Þetta svolítið það sem að mér langaði að koma inn á í dag, út af því að hann hún að tala þetta samfélag sem við viljum búa í, við erum ójöfnuð, við erum með þetta stýrivaxtahækkanir, við erum með svo mikið breytum sem einhvern veginn á lofti, kjarasamningar munu augljóslega bresta og maður finnur svona undirliggjandi, hvað ég að segja, bara svona pirring eitthvað. Og ég hérna tel að menntakerfið sé leiðin til þess að, hvað ég að segja, komast hjá einhverju stórsleysi í þessu. Og ef við bara svona reifum það bara út frá því sem þú varst að hlusta á og með þessa breytur að leiðaljósi. Sko, ég held ég myndi kannski horfa þetta úr aðeins annari átt heldur en Sólveig Anna. Vissulega er það þannig að tölvöld mikið af botninum og vinnumarkanum okkar mannaður af innflytjendum. Við vorum hins vegar, ég tók það til að gera skýrslu þar sem vorum að skoða fátækt innflytjenda og það bendir allt til þess að til lengri tíma litið, því lengur sem innflytjendur eru, því ólíklegri að búa við fátækt og virðast að ná að koma sér bara príðilega fyrir. Það sem ég kannski horfa á þegar kemur að, og sérstaklega húsnæðismarkaðum, það kannski kynslóðaratriðið. Það bara mjög erfið staða fyrir ungt fólk í dag að komast úr foreldrahúsum, komast inn á húsnæðismarkaðin og þá ég að tala eignamarkaðin sérstaklega. Leigumarkaðin þetta erfið líka því hann bara fáránlega dýr en hérna það sem ég horfa á þegar við erum að horfa bara á húsnæðismarkaðin í þessu samhengi, það ef þú kemst ekki inn í öruggt húsnæði, það senkar alls konar hlutum eins og bandeignum, það getur haft áhrif á karriérin, það alls konar rannsóknir í lýðfræðinni sem benda til þess að því lengur sem að fólk býr í foreldrahúsi, því seinna verður það sko fullorðið svona þroskalega. Og þetta hefur alls konar implikationir sem eru frekar erfiðar og óþægilegar fyrir bara hluti eins og félagslegan stöðuleika. Þú ert kannski með stækkandi hlutfall kynslóða sem að eru raun og veru ná ekki að koma sér fyrir. Og það eitthvað sem við eigum að hafa áhyggjur af sem samfélag og við eigum að hafa áhyggjur af því líka að að það sé erfiðara að eignast húsnæði. Við heyrum stundum talað það að það vil ekki allir eiga húsnæði og eitthvað svoleiðis. Og mér finnst þetta að vera pínlítið verið einhvern veginn að svona að óskhyggja vandamálið í burtu. Já. Þú ert ekkert fastari í húsnæðinu þó að þú sért í eignarhúsnæði heldur en að þú ert á leigumarkaði. Þú getur leigt það út eða ákveður að fara til útlanda eða leggjast ykkur ævintýramennsku eða þú getur selt það. Þetta allt möguleikar á borðinu. Það sem að kannski vandamálið hins vegar að þegar með þessa stækkandi hlutakynslaðar sem að næri einhvern veginn ekki að koma sér að stað út í fullorðinsárin, þá byrjar þessi hópur eiga alls konar vandamál. Hann verður bitur, hann verður reiður, hann verður aggressífur. Hluti af kannski, ef við tölum bæði kannski vókið en líka kannski vaxandi populism á hægri vagnum
að stórum hluta frústrerað ungt fólk sem er einhvern veginn ekki að ná að koma sér áfram fyrir í lífinu. Þetta getur bara haft mjög langarandi og slæmar afleiðingar fyrir samfélagið. Þannig að sko, ef við bara horfum á þetta ekki frá vinstri, ef við horfum á þetta frá svona íhaldssjónarmiði, séreignarstefnan í húsnæðismálum á rætur svona rekja í meðal annars íhaldsstefnunni. Og hugmyndin svo að þú gefur fólki sem sagt tæki frá eignast húsnæði og það myndar einhverja eign yfir æðina, þá er þetta að binda hagsmunið saman við hagsmunið samfélagsins í heilsinni. Og ef ég var til dæmis íhaldsmaður, þá myndi ég hafa verulegar áhyggjur af því að ungt fólk sé ekki að ná að kaupa sína fyrstu eign. Og þannig að þetta er eitt atriði. Hitt atriði er svo líka sem sagt hvernig menntun er fólk að fá, hvernig menntun hefur unga fólki okkar í dag. Og það bara hefur töluverð áhrif sem sagt bæði på mögulega félagslegan hæfileika að þó fólk kannski byrji lífið í tekjulári fjölskyldu þá sé ekki verulegar hömnur á því að það geti farið og komist til mennta og metorðaði samfélaginu. Þegar fólk upplifir líka að það sé engin tækifæri eða að tækifæri sem þeim finnst, að leiðir lífin sem þeim finnst ásættanlegar fyrir sjálfan sig séu lokaðar, þá ítir það undir ennþá frekari frústrasjón. Þannig að þetta alveg, þetta eru tveir lykilþættir, húsnæði og menntakerfi. Ég nefnilega sko, ég man þegar ég sá, mér minnir að hafa verið Drífa Snædal sem að mætti og ræða þýskar stelpur sem að voru að þiggja mjög lág laun fyrir það að sinna einhverjum hestum og þær voru þarna, þetta var einhvers staðar Suðurlandi og þær voru svo að sinna hestum í skiptum fyrir mat, uppihald, húsnæði og fleira. Og ASÍ var komið þarna út af því að þetta væri ekki kjarasamningsbundið og þetta væri í ólestri og við vorum búin að heyra eina sögu þar sem að kom upp eitthvað ósætti milli stelpunar og hún lenti einhvern veginn milli skips og bryggju og eitthvað. Mér fannst þetta að vera svona ákveðið dæmi þess út af því núna tala ég við mikið af fólki sem hvað var að segja, fætt svona milli svona að hámarki 55, það er að segja eldra fólk, en allt upp í svona, hvað við segja, milli svona 55 og 75 sem að fæðist. Og það segir bara, heyrðu, ég var byrjaður að vinna 11 ára, bara við eitthvað í skiptum fyrir, jafnvel bara fisk eða eitthvað. Ég var kannski á Siglufirði og ég þurfti að sinna einhverjum ákveðnum erindum fyrir mennina á bryggjunni eða hvar sem að það var. Og í skiptum fyrir fisk sem að ég kom heim með til fjölskyldu minnar. Okay. Og kannski þetta bara einhver rómantísk hugsjón eitthvað samfélag sem að var miklu verra og einhver svona miðflokks rómantík það hvernig samfélagi hefði mögulegt að vera. En ég hugsa, það er að segja það. En hins vegar þá eru svona félagslegar takmarkanir sem fylgja því líka að það sé ekki hægt að vera 11 ára og fara í það að vinna. Jú, við sáum einhverja svona krúttfréttir af strákum sem að slá garða sem eru kringum 12 ára og fá fyrir það einhverja 1000 kalla í Garðabæ eitthvað þannig. En það eru einsdæmi og það sem að mér þykir svo sérstakt í þessu er að svona þessi félagslegu grunnþættir sem fylgja því að geta unnið, tiltölulega snemma en í ofanalag fengi þá lóð og húsnæði og takast á við það félagslega verkefni sem að fylgir því að byggja eigið húsnæði. Þá er ég að taka sko peningalegar forsendur alveg út fyrir sviga og bara þessi félagslegu þættir sem langar enda líka að koma inn á menntakerfið eftir. En að við séum einhvern veginn búin að taka þetta úr sambandi og að telja að það sé einhvern veginn heillvænlegt út af því að við erum að verja hagsmuni barna í fyrradæminu en líka einhvern veginn að passa upp á það að við séum með húsnæði sem að fylgir samgöngusáttmála en líka í einhver ákveðni þéttingu út frá þeim sjónarmiðum að ríkið eigi að koma að byggja fyrir þig og eina sem að þú þarft að gera er að fá, pappaðinn til þess að hjálpa þér við að leggja parkett. og þetta er eitthvað sem að mér þykir sérkennilegt og ég er ekkert bundin einhverju þrá það hvernig samfélagi var einu sinni en hins vegar er ég svona voru þessir þættir ekki jákvæðir fyrir framþróun þess einstaklings sem umræðir
og eins og þú sendir aðan sem ég hafa reyndar ekki pælt í að svona að passa upp á það að félagslegir og eða samfélagslegir svona heillvænlegir þættir séu samofnir þeim raunveruleika sem að manneskjan býr við. Það að segja einmitt eins og þú varst að segja að íhaldsmennir ættu að hafa áhyggjur af því að ef að fólk hefur ekki hagsmun af því að vinna að samfélagslegum og persónulegum líka bara ágætum að þá erum við að leiðin í eitthvað skrýtnar ástand. Það er alveg klárlega sko, maður myndi ekki vilja rómansera of mikið fortíðina en sem sagt, en það er samtalið þannig að sko ýmislegt í þessari aðeins harðari fortíð sem að já, þú veist, ég er náttúrulega alin upp á 9. áratugnum þar sem að það var svona ákveðin meiri harka í ýmsum öðrum hlutum en í dag, en sem sagt þetta er alveg heilt yfir þegar þú skoður þetta skapar ákveðin svona ákveðna seglu, ákveðna sjálfsberga viðleitni og ítir undir vinnusemi og það var svona ýmislegt sem er gott í þessu þetta var alls konar hluti sem kannski þurfti að gera það fyrir og laga en kannski er svona atriði sem kannski komin aðeins svona langt í þessu og bara við förum að horfa á sko menntakerfið, ég fengi nýlega svona ákveðna einsinn í grunnskóla frá Nýðusunarni og nú hljóma ég örugglega eins og vesti fasisti. Það er bara allt of mikið frjálsræði í skólakerfinu. Að hvaða leyti? Þegar ég var í grunnskóla þá þurftum við að raða okkur í 2 aldar röð fyrir utan skólastofuna og býð eftir að vera hleyftinn. Þegar okkur hleyftinn þá stóðum við fyrir aftan stólinn og byggðum að kennarinn bauð okkur að setjast. Þetta hljómar auðvitað ótrúlega agalega og tilgangslaust en það eru hlutir í þessu. Það eru þessi hlutir sem eru að kenna krökkum að fylgja ákveðnum reglum og við fæðumst ekki með innbyggðan sjálfsaga. Fyrsta skrefið til að byggja upp sjálfsaga er að kenna fólki að lifa í umhverfi sem beitir að ytri aga. Þannig læriru að hafa stjórn á sjálfið þér. Þannig að svona litli hlutir eins og þetta þeir skipta alvörinu máli. Sko börn, sko verksmiðju stilling barna er ekki ægi. Nei, þau eru kaotísk lítil dýr. Það er bara svo er það hitt sem er í þessu sem að ég held að það hafi verið sko við drifum okkur í þessari sko tölvuvæðingu skólakerfisins þar sem voru spjaldtölvur og fartölvur og alla nemendur og ég held að það hafi verið mistök. Bara til þess að afhjúpa minn innri lútita þá er þetta bara, þetta er svo ég var að lesa í gær, var ég að lesa rannsókn taugafræðirannsókn sem að þar sem að vera að mæla hvað gerist í heilanum á fólki þegar að það er sem sagt, það eru nú skrifar upp upplýsingar annars vegar voru einstaklega látnir taka við upplýsingum og skrifa þær upp á tölvu hins vegar að skrifa þær bara á blað með penna og það er miklu fleiri hlutir í heilanum virkjast við það að nota blað og penna. Það er eitthvað annað sem gerist í heilanum sem bendir til þess að ykkur leitið sé bara gamla stílabókin og pennin mögulega miklu betra lærdómstól heldur en tölvunar. Við erum að elta þetta svo mikið sem þessa vera sko framalega í tækni en það sem ættum við að horfa á þetta er að vera framalega í því að kenna börnum og ungu fólki hluti. Stundum reyni ég þetta í kennsluðunum sjálfur byrð nefndur að loka tölvum og bara punta hjá sér ef ég segi eitthvað sem er þessi verið að muna það annars bara sitja og hlusta og hugsa og trufla mig og spyrja spurninga ég held að þetta sé almennt séð þú veist, ég held að þessi tölvuvæðing hún hafi verið bara rokið aldrei blind í þetta og mér fannst að ég man eitt tíman hérna 2007 held ég að verið þá er ég með annan fótinn að kenna í HÍ og HÍ var sko verulega framarlega í tölvuvæðingu skólans. Það voru komið þráðlaus net í allar byggingar og þetta var allt rosa fancy og flott. Svo fór ég og eyddi nokkrum vikum út í Oxford. Þar fann ég á einu svæði þráðlaus net og það var kynnt sérstaklega þannig að þetta væri tilraunaverkefni til að sjá hvort þetta væri jákvæður hlutur eða ekki. Þannig að ég held að ykkur leiti þá held ég að bæði meiri strúktúr og ægi, ég held að börn þurfi strúktúr og aga og
og þau finna þessu gera til þeirra kröfur en á sama tíma líka það að þú veist, staðan fyrir allir krakkar fái sko fartölvu eða spjaldtölvu í skólanum. Það eru auðvitað ákveðin verkefni sem er gott að geta unnið með tölvum. En það væri það bara þannig að kennari færi og fengi tölvur fyrir nemendunar fyrir tímana. Þær var að nota þeirra tímanum sem var þeim skilað. Því að maður heyrir sögur frá fólki sem að þekkir sem er að kenna í grunnskólum það að nemendur sitja í tíma með fartölvuna sem þau fá frá skólanum. Hún á að vera einhvern veginn læst þannig að þau geti ekki notað hana til þess að gera ákveðna hluti eða spila tölvuleiki eða eitthvað slíkt. Er það svo aldrei? Nei, þessi krakkar finna alltaf leiði framhjá þessu sko. Og krakkar sitja bara í stofunni jafnvel og eru að spila tölvuleik og taka ekki leið sem kennarar hætt ekki þegar þeim er sagt að hætta, þú veist, það er allt þetta. Þannig að þú veist, ef að þetta viðgengst þá erum við að tala um það að þessi krakkar að fá rosalega lítið út úr menntuninni sinni. Og svo kannski eins og tölur sína við sem sé það bara eins og við skoðum PISA-kannanar að það eru vísbendingar að skólakerfi okkar sé að verða árangurinn er að verða minni og fólk getur þvælt endalaust PISA og samanburðin og þú veist en ef við erum að skoða þetta í tíma þá er þetta tiltölulega góð vísbending. Já, líka út af því að við sem eining erum líka að verða verri sko. Já. Þú veist að við byrjum saman okkar eigin PISA-kannanir. Það vorum við ekki að horfa á sko það hvort að Singapore handvelji góðu nemendunar eða hvað þú veist það og ég er með doktorsnema Helgi Eiríkur heitir hann er búinn að skoða þetta í grein sem hann er að skrifa núna og þar sem sagt það sem að kannski sló mig mest að ég var að skoða hann einstaklega eins og daginn er það sko að þetta hittir ójæmt á krakka eftir svona félagslegur efnagslegur stöðu heimilis þeirra sem sagt þessi hnignun menntakerfisins er að koma verð niður á krökkunum sem koma úr lágstéttar heimilum af því að krakkarnir sem koma frá svona efri millistétt foreldranir hafa alls konar bjargir til þess að reyna að bæta upp fyrir það að skólakerfið sé að skila minna árangri. Krakkarnir sem koma frá úr neðri enda samfélagsins þau hafa það ekki og fyrir vikið ef við leiðum menntakerfinu að halda áfram að þróast á þessari braut þá mun það leiða til minni félagslegs hreyfanleika, minni möguleika fyrir krakkana sem að við viljum nota menntakerfi til að bæta. Svo er það kannski ákveðin íróní að það sem er að hluta því sem er að leiða til þessi eru þær hugmyndir sem eru gegnum gangandi í menntavistum í Íslandi sem snúast að rosalega miklu leyti einhvers konar félagsleitri réttlæti. En aðferðinar sem að hafa verið innleitar og grundvelli þessara hugmynda eru hins vegar að skila verri árangri fyrir krakkana sem mest þurfa á góðu skólakerfi að halda. Já, ég hef reyndar sagt þetta náttúrulega aðra að þetta hefur verið áhrif. Það reyndar leiður okkur vel inn í næstu klippu sem mér langaði að spila og því að það er einn angi að þessu líka sem að er sko og það er eins og Tryggvi Hjaltason kemur inn á í þessari klippu sem að er sko fjárhagslegir fjárhagslegar afleiðingar af þessu og ég svona mér finnst það vera vont bara út frá mínum sjónarmiðum gagnvart í hvernig samfélagi hvort við höfum nægilega skatttekjur út í framtíðin og annað en mér þykir samt sem áður svona félagslegi þátturinn vega þyngra en það skiptir svo mikið máli hvorum megin maður lendir í því að þá er það eitthvað sem að er slæmt alveg sama hvað. Ég spilaði þetta bara þetta viðtal við Tryggva Hjaltason. Ég veit að þið sjáu Sólveig Önnu ennþá, en ég spila viðtal við Tryggva Hjaltason sem að hann var í bítinu held ég eftir Sólveig Önnu bara núna rétt áðan þegar við erum að taka á klukkan 10:25 og þetta var rétt áðan, þannig að hlýði það á. Þetta kemur ekki núna maður. Þetta er frosið eitthvað á mér. Allavega, ég ætla bara að segja það bil það sem hann segir. Hann er að segja frá því að það eru 14.500 milljarðar sem að fara forgörðum á næstu árum ef að við náum ekki að bæta úr skák og hann fjallar þetta og setur þetta í samhengi við PISA-kannanir og að þetta muni koma til lengri tíma litið að sjá til þess að við séum á verri stað efnahagslega eftir mjög skamman tíma og hann setur þetta líka í samhengi við þá tækni sem er að koma sem gervigreindin
og að við munum þurfa að takast á við töluvert breytta heimsmynd en erum alltaf sífellt verra og verra í stakk búin til þess að gera nákvæmlega það og ég einhvern veginn svona þegar ég setti þetta í samhengi við sko það sem við vorum að hlusta með Sólveigu áðan það sem hún var að tala bara, þú veist, þetta samfélagi sem við viljum búa í og ég og Sólveig Anna, ég var með henni hérna á kosninga hérna kvöldinu og við erum fullkomið sko hérna hestaskeifu dæmi, við erum sammála allt nema það að hérna að fjármagn sé eitthvað sem að leiði til góðs og að skattar yfir lágur. Ég heldur að hún sé ekkert eitthvað hrifin af sköttum per se, ég þólist þetta ekki alveg að fullira það en hún vill bara að meira sé í vasanum á verkafólki og meira í að vera tekið af þeim sem eiga meira og það eiga að sjá velferðina og það sé jákvætt samfélag sem byggir svona á þessum jöfnuði. En það sem að mér þótti svo áhugavert ég vil hlusta á þetta og ég vil hrósa Lilju og Heimi fyrir það að hafa staðið sér sérstaklega vel undanfarið hvað varðar bara ýmis mál, mér finnst þetta vera orðin alveg ótrúlega góður þáttur hjá þeim á morgnana sem ég hlusta alltaf á en þegar við vinglum inn þessa breytur sko út af því að það er eins og þú segir sko tekjulágir eru þeir sem að verða hvað mest fyrir barðinu á núverandi menntastefnu en í ofanalag að þá eru samt sem áður allir einhvern veginn að falla niður óháð tekjutíund og ég hugsa alltaf sko hvernig mun þetta líta út eftir 20 ár hvernig mun samfélagið þegar við erum með alla þessa samfélagslega annmarka sem byggja því að þú getur ekki fengið lóð til að byggja í heimili það veldur lægri fæðingatíðni við erum með skólakerfi sem að verður sífellt verra við erum með samfélagsmiðlana og þessi svona það sem við vorum að ræða í upphafi var eiginlega svona fyrri bók eða ekki, ég held að hún Righteous Mind hafi verið fyrst hjá Jonathan Haidt hann skrifar einhverja þar á milli og svo kom Coddling of the American Mind sem að hérna náði sérstaklega mikill athygli og svo kemur Anxious Generation í kjölfarið sem að kemur úr 2023-2024 eitthvað svoleiðis en þannig er hann svo að fjalla það hvernig svona þessi ákveðin bómullarvæðing sem á rætur sínar að rekja svona svolítið eggið og hænan hvað varðar hérna hvort kemur undan en þessi svona skrýtna agaleysi frjálslindisins sem að hefur byggt á því að ég meina, hver þú að segja börnum að fara í röðu leiðum bara að leika sér, þú veist, hver þú að segja þetta en þessar breytur og mér finnst þetta allt vera samofið og mér finnst þetta allt vera bara svona augljóslega eitthvað sem að mun koma til með að leiða til verra samfélags þannig að ef þú grípur þennan bolta bara Ég held kannski að hluta því hvernig við hugsum samfélagið okkar litast aldrei að því að þangað mjög nýlega þá höfum við bara haft það rosalega gott og haft þetta alltaf tilfinningunni að það yrði bara alltaf þannig. Við erum bara mjög framalega í sögunni, við erum með einhverja svona skrýtna hugmynd það að hlutin mun alltaf til lengri tíma litið batna og eitthvað svona hugsun bara að hugsa samfélag sem konsept hefur verið aldrei skrítið. Við viljum bara eitthvað neina að allir bara fá að vera bara þeir, gera sitt. Hver þú að segja mér? Já, eitthvað svona og hérna og það er svona aldrei, þú veist, við erum stöndum á toppi þarfa píramíðans og vitum ekki hvað við gerum næst svo bara hafa hlutinni breyst gríðilega mikið frá 2020 er ákveðin svona vendipunktur við fáum COVID, svo fáum við stríðið í Úkraínu Gaza stríðið brestur á okkur, nú er það Íran bara hlutinni líta ekkit allt og vel út í augnablikinu og það eru alls konar hlutir sem að virðast bara geta þróast hratt á verri veg. Þá allt í einu kemur þessi hugmynd sem við erum búin að tapa sem að skipta alltaf mála náinn aftur, sem þessi hugmynd það að fyrsta verkefni okkar er að tryggja hvernig getum við haldið úti heilt yfir blómlegu samfélagi. Bara samfélagi sem er gott að búa í, sem að hefur kallar á okkur að tryggð frá íbúunum, einhvers konar svona samsömun og hvernig við tryggjum það að hér sé sæmileg hagsæld og hægt að komast vel að. Það eru nú áskorun sem við stöndum frammi fyrir því að við erum með þessa viðvarandi verðbólgu sem er ekki að ganga hana á niður alls konar merki sem það hvernig lífskri getur vesna hérna á næstu árum og áratugum þannig að kannski fyrsta verkefni sem við þurfum að hugsa áður en byrjum að hugsa hvernig við skiptum gæðanum er hvernig við búum þessi gæði til
Svo getum við farið að hugsa pragmatist út í það hver þarf að fá hvað. Við höfum bara aldrei verið í seinni hugsuninni. Allt gott, nú þurfum við bara ákveða hvernig við ætlum að skipta þessar köku sem að mun halda áfram að vaksa að eilífu. Þannig að ég held að við þurfum að fara að taka þessar hluti miklu alvarlegar heldur við höfum gert. Við þurfum að hugsa það hvernig við tryggjum að menntunin skili krökkunum okkar hæfum út í samfélagið, hæfum til þess að vinna, hæfum til þess að taka þátt í samfélagslegri umræðu, hæfum til þess að kjósa og svo framvegis. Þetta bara fyrsta samtalið. Svo þurfum við að átta okkur að því, þegar við erum komið með kerfið sem að skapar þetta, hvar eru veikleikana, hverju erum við að skilja eftir, hvað getum við gert mikið innan þessa ramma til þess að rétta það af. Og ég held að mörguleiti við þurfum að fara að reyna að hugsa opnar þetta minna pólitískt af því að til dæmis mannskja sem að ég hef mikið dálítið á þegar kemur að menntamálum er breskur skólastjóri sem heitir Katrín Barbelsing sem sem sagt hún hélt lengi út bloggi, nafnlausu bloggi þar sem hún var bara kennari, hún var bara að blogga það sem hún sá í skólakerfinu. Svo þegar hann sem sagt tekur við þessu skólastjóri það eitt af því fyrsta sem hún gerir er að innleiða dresscode, reglur og alls konar og setur það þannig að sem sagt kennararnir stoppa nemendur á göngunum eða þeir víkja fara á dresscodinu og allt svona, þú veist, svona ótrúlega afturhaldsamt og undarlegt frá okkar sjónarhorni. En sem sagt ofbeldi, vopnaburður og annað slíkt í skólanum hríðfjall. Námsárangur snarbatnaði bara með því að breyta umhverfinu skilabúðinu sem krakkarnir voru að fá úr umhverfinu. Við þurfum líka pínlítið að svona kannski vinda ofan á ákveðnum elementum frjálshyggjunar. Af því að frjálshyggjan skilur eftir rosalega stórt pláss fyrir narsisisma einstaklingsins. Og stundum þarf bara að senda fólki skilabúðin, þetta snýst ekki allt þig. Þú hefur rétt á því að lifa því lífið sem þú langar að lifa ef þú vinnur fyrir því og gerir það sem þú þarf til að komast þangað. Ef þið langar að fara í löng sumafrí til útlanda og eða jólunum í skíðum í Ölpunum og eitthvað svoleiðis, það þarf þú bara að vinna eins og skepna til þess að komast á þann stað að þú getir það. Það er ekki réttindum að þú fáir að lifa bara hvaða lífi sem þið langar að lifa bara af því að þið langar það. Þannig að það er alls konar svona hugsun sem við þurfum aðeins að taka upp aftur, að frelsi fylgi ábyrgð, réttindi fylgja skildur. Og þetta er eitthvað sem við höfum séð bæði í allsugsunum. Þetta var líka í klassísku jafnaðarstefnu á Norðurlöndunum. Á sama tíma fólk hafði mikil réttindi til lífeyris ef það missti starfsgetuna, góður atvinnuleysisbóta og annað slíkt. Þá var það líka samt mjög sterk krafa það að fólk væri að vinna ef það mögulega gæti. Því að eina leiðin til að hafa efni á allir þessu velferðarkerfi var ef að allir sem að vettlingi gátu valdið legðu sitt að mörkum. Ég nefnilega veikindahlutfall hefur náttúrulega stóraukist og ég held að það hafi komið út af COVID og þetta er einn angi þess að við einhvern veginn fórum í átt að því að svona veikindi væru svona hálfpartinn svona net sem að komið til bjargar en er búið að færast yfir í meira svona nei, þetta er minn réttur og þetta er veikinda réttur og þá er svona fólk farið að túlka veikindi svona svolítið vítt. Sjáum að þeir sem eru að fara á örorku er rosalega mikið að fara á örorku út af andlegum krankleika og það er áhyggjuefni út af fyrir sig en það er líka annað sem ég er að lesa Robert D. Kaplan, Wasteland, ég er búinn að ljúka við hana. Frábær bók sem ég mæli með og ef að fólki hugnast ekki fyrirpartinu þá er þriðji kaflinn sem heitir Crowds og eitthvað annað sem er langbesti þáttur bókarinnar. Það er hann að tala hvernig einmannaleiki ýtir fólki út í ofstæki og hópmyndun svona ákveðna svona trúarbragða sem að við erum búin að vera að sjá í ýmsum svona mótmælum eins og með Gaza og eins og með ýmsa þætti þar sem að fólk einhvern veginn er að krefja stjórnvöldum það til dæmis á Íslandi að grípa inn í, við sáum það bara núna í síðustu forsetakosningum að þá að verið að byggja svona grunninn að undirbúningi fyrir viðtöl við forsetaframbjóðendur það hvaða afstöðu þeir hefðu
á stríðinu á Gaza og ekki nóg með það heldur hvað ætluð að gera í því. Já. Og Jón Gunnar einmitt kom hérna daginn þar sem hann var í mjög merkilegu viðtali við mig þó ég segi sjálf frá þar sem hann var einmitt að segja sko, þetta var svo skrítið, ég var bara spurður hvað ætlar að gera í Gaza ég sagði náttúrulega bara ekki neitt, ég fórseti Ísland sko. Hefur bara ekkert vald þannig. Nei, bara, og þú veist, og engin sko bjargaráð, bara jafnvel ef sko Halla Tómasdóttir hefði farið inn í þetta embætti og sagt með sjálfur sér, ég ætla að gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að breyta stöðunni á Gaza. Það ekkert sem væri öðruvísi. Nei. Ekki neitt. Allt sem í hennar valdi stæði nákvæmlega ekki neitt. Nákvæmlega og það er þessi svona einmannaleiki, félagslegu þættir, húsnæðisvandi sem er þannig úr garði gerður að fólk getur ekki komið sér inn á húsnæðismarkað og skólakerfið sem að lætur mann svona eins og segi, ég er alltaf að reyna að samvega öllum þessum breytum en ég einhvern veginn, mér finnst við sko, við töpum peningum, við töpum einhverjum mannauð við töfum ýmsum þáttum Tryggvi Hjaltason í þessu viðtali sem ég ætla að reyna að spila á hann talaði mitt það að kringu 91 hafi fólk og kennarar á Íslandi verið rosalega framarlegar varðar vísindin og við vorum að fara á stóra ráðstefnur út í heimi til þess að kenna öðrum það hvernig við höguðum okkar skólakerfi það ekki það sem að gerast í dag, það enginn sem vil vita hvað við erum að gera nema kannski til að gera eitthvað öfugt við það sem við erum að gera en ég hef áhyggjur af þessu út frá, það eru peningarnir en félagslegu þættinir hvernig fólk verður til þess að taka við keflinu það held ég okkar langstærsta áskorun sko. Alveg óháð því hversu mikið velmegun verður, hversu mikill peningur verður til þess að takast á við það áskorun að 8,4% af þeim sem að búa hér á landi verða 80 ára eða eldri og það stórkostlegur kostnaðarliður fyrir heilbrigðiskerfið. Alveg saman með þessa peninga, en fólkið sem að verður til þess að taka þessar ákvarðanir, þar hef ég áhyggjur sko. Þegar við erum einhverjum að sannfara þá að þeir að vera helst að einbeita sér að einhverjum svona heimsmálum sem að þau hafa annarkvort engin áhrif til enga möguleika til þess að hafa áhrif á í þeirri stöðu sem þau eru í né þekkingu oft á því málinu sem ræðir annað en það að vera með eitthvað spjald sem að stendur með einhverju einföldum skilaboðum að öskra og halda að þau séu að hafa áhrif þannig að sko ég hef meiri áhyggjur í dag heldur en ég hafði bara fyrir ekkert svo mörgum mánuðum sko. Já, sko ég veit ekki, það ég man eftir að hafa verið tiltölu ungur, svona snemma 33, 4 eitthvað og verið í matabóðum með vinum okkar sem og við vorum öll svona pínu snemmið aldra og vorum að fussa og sveigja yfir unga fólkinu á þeim tíma þetta horfði nú ekki vel og svo var svo kynslóð sem að við sátum þannig fordæmum bara árið seinna áriðin kynslóðin sem að skilaði gullaldaliðin okkar í fótbolta og mikil uppgangur í tónlistarlífinu og bara allt að gera sko. Já. Þannig að sko svona vissanhátt þá gruna mig að sko þegar áskorunir koma þá muni stærstur hluti fólks bara þessar krakka muni standa undir áskoruninni. Já. En ég hef alveg ágjörð því að það svona ákveðin tilhneiging finnst mér til þess að svona að reyna að stýra of miklu og náttúrulega bara kannski klassiska þetta dæmið var náttúrulega þið frægu leiðbeiningu Reykjavíkurborgar barnaafmæli þannig að þegar stjórnkerfið fara að koma leiðbeiningar hvernig þú halda barnaafmæli þá annarkvort eitthvað þannig sem hefur of lítið að gera í vinninni og kannski þá ekki nauðsynlegur starfsmaður eða bara það komið aðeins og mikil tendenslega að reyna að sko micromanagea lífi almennings sem að heyrir undir þetta stjórnvald og einhvers staðar þá kannski þarf daldið að ýta meira undir hugmynd sjálfsábyrgð, þú getur gert næstu því hvað sem lífinu en þú verður þá að gera það þar að við getum ekki treyst að okkur verið færðir hlutir. Nei og líka bara að sko ég nefnilega það sem mér kannski finnst sorglegast í þessu að ég hef svo mikla trú á unga fólkinu en aftur á móti þá
tel ég að þessi kerfislegu þættir sem að eru fyrir hendi þar sem að, og ég meina nú ert þú háskólaprófessor, ég veit þú getur ekki tekið undir þetta. Það er dósent. Það er dósent, en ég kalla þig prófessor, það þú ættir að vera það. En hérna, fólk sem er að, þú veist, takast á við háskólanám til dæmis, maður veit að það þarf að minnka kröfurnar einfallega út af því að menntskælingarnir eru ekki að koma nægilega vel undirbúnir, hvort að auka árið sé ástæða þess eða eitthvað annað. Það er þetta rökraða það. En svo aftur á móti eru þeir sem að koma úr gagnfræðaskóla ekki nægilega vel undirbúnir fyrir menntaskólan og í ofanarlega ætlum við einhvern veginn að fara að fletja þá kurvu út alla og segja nei þið megið ekki einu sinni meta menntun til þess að meta það hvort að fólk er að fá inngöngu eða ekki út af því að við ætlum bara einhvern veginn að gera þetta bara einhvern veginn og lestur fer hrakandi skrift, reikningur og við einhvern veginn erum alltaf svona já, heyrðu erum við, eiga krakkanir erfitt með að takast á við þær áskoranir sem eru í menntakerfinu það þýðir það að menntakerfið sé ósanngjarnt. Ég held að þetta sé hluti af vandamálinu er það einhvern veginn að við fyrir að horfa á sko nemendur sem viðskiptavinni og það sem þau eru að kaupa er í raun og veru gráða og ég held að það þurfa að snúa svolítið við, ég held að þurfum að taka menntakerfi okkar frá sko allt frá grunnskóla og upp í háskóla og verulega hugsa þetta upp á nýtt. Ég held að allir með stytting framhaldsskólans var katastrófísk mistök. Ég held líka þessar opnu brautir svo kölluðu sem að eru yfir helmingur nemendar útskrifast úr framhaldsskólum með eitthvað svona gráðu sem er svona einhvern samtíningur. Já, engin sérhæfing. Engin sérhæfing og ótrúlega mikið ofta af ykkur svona fróðu. Ég held að þetta var einhvern veginn held ég hugsa sem leið til að gera þetta auðveldar að klára próf með ykkur og þá getur fengið stúdsprófið, þá var þetta minka brotthvarf og eitthvað svona en á endan þá náttúrulega viljum við samt að þetta sé ykkur færni sem þetta skilar. Af hverju erum við að þræla krökkum í gernum þá þessi 3 ár eða ekki og mér finnst ég byrja að kenna hana 2006-07 mér finnst ég að finna mun á færni nemenda þegar það er komin í nám. Hluti til ennanda er það náttúrulega sem líka það að aðsókn í háskólanám hefur aukist þannig að þurfum að eykst þá erum við að tegja okkur neðar og neðar í hæfnidreifinguna vissulega en sko þegar sko krakkar eru ótrúlega, það er ótrúlega hátt hlutal nemenda þegar maður er að fara í ritgerðar og þau get ekki skrifað þegar er erfitt að koma frá sér töluðu máli á skiljanlegan háttstundum þetta er ekki allir þorri nemenda en það er tölverður hópur sem er bara að ströggla og stækkandi, það er kannski mest ágjörni og það er kannski ágjörni þessu og það verður auðvitað eitthvað skonar þrýstingur sem myndast að því að bara fjármögnunarmódelið snýst það sko ekki bara að koma nemendum í gegnum námskeið heldur að koma þeim í gegnum sem sagt að þau útskrifist með eitthvað og þá verður náttúrulega svona hvatinn fyrir deildir er að það var að reyna að lyfta alltaf veikunemunum yfir mörkina okkur hátt annarkvort með því að lækka mörkin eða eyða rosalega mikil orku í það að koma þeim yfir þessi mörk og þá eru að vanrækja það að því að við höfum náttúrulega bara takmarkan tíma og orku til þess að sinna sko betri nemendunum og lyfta þeim hærra þannig að ég held að svona heilt yfir þá þurfum við að allt konum bara hugsa menntun og hvaða hlutverki hún gegnir í samfélaginu við þurfum bara alltaf að stíga tilbaka og hugsa okay, við fórum eitthvað staðar af teinunum við þurfum að rétta okkur á aftur. Já, ég er eins og stækur sósíalisti í þessu sko þegar ég talaði svona því bandaríska skólakerfi sem að reiðir sig rosalega á miklar fúlgufjár bara reiðir sig á fúlgufjár nemenda og foreldra í flestum tilvikum og það sem að ég hef svolítið sagt sko, þetta er svolítið svona eins og sveitafélögin á fasteignamarkaði stærsta eða stór tekjulind þeirra eru lóðaútlutanir sem að leiði til hærra fasteignaverðs og sem að leiði til þess að þau þurfum einhvern veginn að passa upp á þetta að verði ekki ódýrar að kaupa húsnæði samt vilja að þau passa upp á það að fólk eignist húsnæði en þurfa að passa upp á það líka að selja það nógu djöfull dýrt til þess að þeir geti réttlætt ársreikningin sérstaklega í loka kjörtímabils
og sama gildir svolítið hérna bandaríska skólakerfið þar sem að eins og ég fór í hérna háskóla sem heitir Lesley University, hann hliðin á Harvard og í rauninni var þetta bara fasteignabrask skím með einhverjum svona réttrúnaðarfræðum þar sem þeir voru sko, þetta er svona kremdala krem af hérna woke ruglinu sko, það var hérna byrjað á því að spyrja fornöfn og helmingurinn af fólkinu var í einhverju sálargæslu liðveislu og 60% meira þess að voru hérna alltaf hjá sálfræðingi og líka þú veist örugglega 40% voru með einhver persónufornöfn sem að eru eitthvað óhefbundin þannig að þú getur rétt ímyndað þér hvað var í gangi þar voru land acknowledgements já og ég náttúrulega sko sem hvítur karlmaður átti að vera á ákveðinni afstöðu og passa sko og jafnvel kennarinn sagði einu svona ég ætti að passa að leyfa hérna BIPOC populations að fá sitt rými og ég var svona ok svo ef ég var að debata þá var svona fólk svona svolítið óstöðugt út af því að ég var að setja út á eitthvað sem að þeldökkmanneskja sagði sem að augljóslega átti þá að vera í betri stöðu til þess að útskýra fyrir mér hvernig heimurinn virkaði einfallega út af hún var þeldökk en þetta var allt innbyggt inn í eitthvað svona fasteignabrask skím þar sem þeir voru að kaupa ótrúlega stórar og fallegar fasteignir á Harvardsvæðinu leiddi reyndar til þess á COVID-tímanum að þeir lentu í miklum fjárhagskrökkum út af því að svo mikið af fólki fór að vinna heima og skrifstofuhúsnæði var tímabundið óþarft og þeir lentu bara í stórkostlegum vandræðum með þetta en vandinn sá að þeir voru að rukka, ég veit ekki, $40,000 fyrir önnuna eða eitthvað svona algjörlega ruglað sko og voru alltaf að lækka kröfunar líka en þeir þurftu að lækka kröfunar út af því að ef þeir pössuðu ekki upp á það að nægilega margir myndu útskrifast og ég veit að HÍ líka svolítið í þessum vandræðum út af því að þeir þurfa náttúrulega að útskrifa nemendur til þess að fá greitt fyrir þá en þetta er náttúrulega skárra út af því að svo mikið af þessu niður greitt en samt sem áður að þá þetta sko þeir út komið svona mikið af fjárhagslegum hagsmunum sem að snúa því að prófessorinn þarf að útskrifa þig til þess að standa við svona skuldbindingar þetta er svo fjarri út af hann undir Oxford aðan og svona Oxford hérna Public Debate House þarna sem núna komið að svolítið sérkennilegan hérna á sérkennilegan farveg að þá var þetta samt grundvallaðist í því að sko menntunin þín myndi koma til með að vera samfélagslega jákvæð en núna þetta einhvern veginn sko nei ég að fá gráðu ég að kaupa með gráðu ég að greiða ykkur fyrir það að gera mér kleift að vera nægilega klár til þess að klára þessa gráðu og það er algjörlega öfugur skilningur með það sem einu sinni var sko. Ég meina ég sko skildi alltaf mína háskólamenn þannig að ég hefði fengið tækifæri til þess að reyna við gráðu hvort saman B.gráða minn í HÍ eða meistara doktorsgráða minn í Oxford ég leiti aldrei svo á að ég ætti rétt á gráðunni nei, nákvæmlega þetta var tækifæri mitt til þess að gera atlögu að þessu markmiði kennarinn skulduði mér ekki neitt maður var jafnvel svona dálítið hræddur við suma þeirra og mann fannst maður hafa sannabyrð gagnvart þeim maður þetta sannfærð þá að maður kynni hluti og ég held að sem sagt þegar ég samt byrja að kenna 2007 þá sé ég strax að það hefur orðið breyting það er orðin þessi breyting þannig að nemendur eru meira eins og viðskiptavinir og ég fæ þau skilaboð nokkuð skýrt þegar ég er að spyrja eftir hvernig ég læt framkvæmi upptökupróf fyrir nemendur sem fjallu þá bara basically segir starfsmæður í stjórnsýsluskólanum sem að þú gerir þetta grein fyrir hverja hagsmuni deildarinnar eru Kolbeinn og ég skildi alveg hvað hann var að segja og svo maður hugsa án þess samt að segja sko, var alltaf bara wink nákvæmlega og svo maður hugsa þetta sko, hvernig umhverfið þú veist, það er mikið vinnuálag oft í háskólanum og ok, maður veit að hagsmunir deildarinnar er að koma nefndum í gegn ef þeir standa sér illa á lokaprófi ætlar að fella til þess eins að þurfa þá að leggja fyrir þá annað próf eftir 2 vikur þar sem þeir allir ná
eða bara leif þeim að ná í fyrsta. Það er, þú veist, það eru svona litli spurningar, því að það er ekki það sem miðstýrt, sko. Þetta er allt, liggur allt í ákvörðunum stakara kennara, bara hvernig þeir ætla að strategera þessa starfið sitt á þessum tímamóti. Hvar er álagið, hef ég bara tíman og metnaðin yfir höfuð fyrir þessu. Og sérstaklega ef öll stofnunin er einhvern veginn sendandi skilabúðin beinan óbeinan hátt að þú er kannski ekki að hafa þennan metnað, að þá kannski ertu ekki sérstaklega mikið að brenna fyrir því að vera leiðileg kennarinn sem að fellir fjórðung eða hvað þú fellir, skilur. Þannig að svo er það líka annað bara, ég pínu skeptisk á þessa háskólavæðingu allra hluta. Einhvern veginn er það þannig að sko alls konar störf eru háð því að vera komið með meistarapróf frá viðurkenndum háskóla og ég er bara ekkert vissum að það sé endilega það sem við þurfum að það sé allt akademist. Ég ætla mjög hrifin að ég bjó út í Noregi veitur 1999-2000 og þeir voru með sko sem sagt university og háskólar og háskólar voru raun og veru svona starfsnámsskólar. Þeir miða því að fólk fekk 2 ára gráðu sem að undirbjóða til að starfa á einhverjum vettvangi. Þetta er eitthvað sem ég bara fundamentali sniðugur hlutir að gera því að það er ekkert allir sem að, þú veist, hafa akademiska metnaði eða græða á akademiskri þjálfun og stór hluti af því sem er akademisk þjálfun er eitthvað sem að verða sko gagnlegt fyrir fólk sem ákveður að leggja fyrir sig vísindaferil. Það er ekkert endilega gagnlegt ef þú ert að fara að verða grunnskólakennari eða félagsráðgjafi eða tannlæknir, skilur við. Stundum þarftu bara að hafa eitthvað sem er bara starfþjálfun. Og í meira mæli, ég meina, jáfnvel þú sétt að fara að vinna í viðskiptalífinu, þá þarftu ekkert endilega meistarapróf í viðskiptafræði til þess að geta orðið effektífur í sem viðskiptaeinstaklingur, mannskja, maður. Já, Political correctness er náttúrulega bara greipum sig í þessum mér. Viðskiptapersóna. En þannig að þú veist, þá það er eitthvað en þetta og þú veist, við þyrftum kannski meira að bjóða upp á leiðir sem að skila fólki ákveðna hæfni sem hjálpa þeir svo að finna sér einhver störf sem að það getur svo búið sér til lífi sem að búið sér til úr. Frekar heldur en að þessi óverðskulda lokning af hvert akademisku námi. Raun og veru ætti akademíana og akademisk nám að vera sko jaðar þáttur í menntakerfinu okkar. Hún ætti fyrst og fremst að vera að snúast það að búa til vísindamenn. Og bara ætti að vera bara frekar anstíkilega elitísk og hörðu samkeppni og fá pláss. Já, ef ég sko skil sko, þjóðverjar eru kannski fullmiklir þjóðverjar sko, en aftur á móti að þá hafa þeir svolítið innvinklað þennan þátt svolítið snemma á lífsleiðinni. Það er að segja að þeir byrjaða svona í ákveðinni sérhæfingu frekar snemma og eru náttúrulega með þennan allræmda þýska aga sko, sem er líka örugglega stór þáttur í því að þeir eru eins og þeir eru. En aftur á móti að þá hefur mér alltaf svona, ég man þegar ég hugsaði þetta fyrst sko, þá var ég alltaf bara, hvað meinið, ég get ekki gert þetta svona snemma að segja manneskjunni einhvern veginn að fara í ákveðin farveg. En svo fór ég einhvern veginn að skoða þetta betur sko, og þetta er ekkert fast móta þannig að þú sért einhvern veginn alfarið að fara bara, þú getur ekkert hliðrað til varðar þína lífsleið, þú hefur allt í þínum höndum. Hins vegar hefur, og Heiðar Guðjónsson hefur náttúrulega nefnt þetta nokkrum sinnum í mínu hlaðvarpi og örugglega víða þar sem hann er að tala sko að svona svissnesk sérhæfing sé eitthvað sem að Íslendingur skortir, sérstaklega miðað við líka hvað við erum rosalega fá, að þá ættum við í grunninn að vera að huga betur að þessari sérhæfingu, en við séum ekki einhvern veginn, og ég veit að margir hlæja örugglega mér fyrir að segja þetta, ég fjalla svo mörg mál og þykist einhver sérfræðingur í mörgum málum, en að maður sé ekki sérfræðingur í hverju einasta. Já, og en það er náttúrulega, sko, við erum með þetta svipað eins og kannski Norðurlöndin fyrir utan Danmörku, þá erum við með vinnumarkað sem byggir rosalega mikið á svona einhvers konar óljósri almennri ferni og svona transferable skills eins og það kallað og það er svona kannski mennlegjur á hvað aldrei hugsa í þá áttina en mótið kemur að við höfum aldrei haft neina sérstaklega skýra atvinnustefnu heldur sko eða þá samtala milli menntastefnu og atvinnustefnu þannig að við höfum alltaf komin í svona pakka þar sem að við erum ekki einu svona skila endilega þessum sko transferable skills. Ein leið til þess að hugsa menntun í alvörinu svo að sko
B-gráðan snýst það að sína vinnuvindin fram á það að þú hafi verið byrjað á einhverju, klárað á skikkanlegum tíma, mættir og áttir að mæta og þú veist bara að þú getur unnið. En stundum þá veldur maður fyrir að sko hvort að við séum komin að sem færast allan í áttina því að það er ekki einu sem þetta sem að gráðan signalerar. Hún bara signalerar að þú skráði í nám og svo laugstu þig tíman að því að flestir sem að vilja ljúka því þeir ljúka því. Þannig að og raun og veru það er raun og veru, þú veist, svona þessi almennu svona þessi transferable skills, þú veist, þetta er ákveðin sjálfsægi, það að geta mætt unnið til leiðbeiningum, lesið, komið frá sér upplýsingum, gert það sem þú átt að gera. Þetta er basically það sem er kannski svona þessi almennasta færni sem fólk þarf að hafa. En svo er líka alveg spurning hvort við ættum að vera að skoða meira bæði bara út frá atvinnustefnu og hvar Ísland hefur mögulega hlutfallslega yfirburði, hvort við ættum að vera að leggja meira áherslu á það og reyna þá að beina fólki meira í menntun sem að skila þeim störfum sem að standa undir því. Nákvæmlega, ég held að þið geti hringt, ég held ég hafi verið að opna línuna, ég klikkaði eitthvað síðast, þið sjáu ég er tæknimaður og allt í einu, þannig það klikkar alltaf eitthvað. Mér þykir það samt að ákveðin fegurð alltaf sko í því að klikka alltaf eitthvað út af því að þá er þetta svo rosalega lifandi. En sko, ég nefnilega þú talar að vera aðdáandi skólameistara í Bretlandi sem að breyti til. Ég er aðdáandur Ingu Sæland út af því að hún einfallega sko, og mér þykir að koma svo skýrt fram að núna í þessum skrýtna umhverfi sem við erum í gagnvart þeim breytum sem við erum búin að fara yfir, að þá eru það sko kraftar og ég held að sé engin meinfýsni og ég held að allir vilji gera vel í öllu því sem að umræðir. Hins vegar eru kraftar sem að þetta er svolítið svona eins og regluverkafargan ESB. Það var manneskja sem er að vinna að því að halda ákveðnum hlutum í lagi frá hennar bæjardyrum séð, en aftur á móti að þá leiðir það líka til þess að færri fyrirtæki fari í rekstur. Regluverkafarganið er þannig úr garði gert að það er ófýsilegt að vinna fyrir þessum samfélagslegum hagsmunum. Ég held að sama gildi svolítið á menntavísindasviði, þar sem að það eru kraftar þar innan borðs sem að bara þetta eru íhaldsamir kraftar eðli máls samkvæmt, þar sem bara Inga Sæland segir, við erum að rangri braut, ég til dæmis að bókstafskerfið sé ekki gott og fólk hlæra henni og labbar í burtu. Og ég hugsa sko, þetta er náttúrulega líka ákveðin sko Inga Sæland er mjög fyndin stjórnmálamaður með þetta að gera, að það er í lagi að horfa niður á hana. Það er það þykir bara einhvern veginn eðlilegt að hún sé ekki hún er ekki á Kjarval, skilurðu. Hún er ekki boðið í fínu kokteilboðin. Hún talar svolítið svona, hvað ég að segja, krass, ef ég fæ að sletta. Og mér dettur eiginlega engin stjórnmálamaður í hug. Ef allir Katrín Jakobsdóttir hefði sagt það sama, ég þori að fullyrða að þeir sem eru að vinna innan menntakerfisins hefðu ekki hlegið að henni. Hún hefði getað sagt nákvæmlega sama, það hefði aldrei farið þannig að það væri hægt að hlæja henni. Það er hægt að hlæja Ingu Sæland út af hún er lögblind, út af hún er öryrki, út af hún á ekki að vera þarna. Við erum bara hreinskilið með það. Ég held að það sé alveg hellingsmikill klassismi í því hvernig fólk leyfir sér að koma fram og tala Ingu Sæland, alveg klárlega. Ég held hins vegar líka stundum sem valdhafi þá stundum fara hún kannski gassaralega fram sem að stundum væri kannski betra að vinna hlutina svona aðeins hægar eða svona gera þetta snirtilegra. En á móti kemur að sem sagt hún mætir og á þing kennarasambandsins og óhugað bara heldur hann sínu sjónarmiðum og uppsker mikla gagnrýni fyrir, en hún bara er óhrædd og það er eitthvað sem er hægt að bera mikla virðingu fyrir. Ég held líka sko, ég veit ekki alveg hvort maður getur sagt sko menntavísindin í heildsinu og menntageirin sko, en þú veist það er þessi tendensar til dæmis sko, það eru fólk á menntavísindasviði upp í háskólanum sem að heldur fram að það sé
hægt að mæla allt í skólakerfinu nema það sem skiptir máli og það bara vekur upp margar óþægilegar spurningar eins og hver ákveður hvað skiptir máli og af hverju skiptir það meira máli en það sem getur mælt og svo framvegis. Postmodernismin. Þetta er svona postmodernism pæling sko. Og oft fólk sem að almennt séð er bara ekkert sérstaklega sterkt í mælingafræðin til að byrja með. Þegar margt af þessu sem það heldur fram að sé ekki mælanlegt er bara mjög mælanlegt og hérna er verið að mæla. En sem sagt, þannig að ég held að við sko, það er þessi tortrinni gagnvart mælingum og niðurstöðum og ykkur sem hægt er að meta árangur í. Og ég held að það risti miklu dýpra heldur en það að þetta sé ekki rétt í hlutinu sem er mælað. Þetta er einhvern veginn þannig að mælingar skapa accountability. Og ef það er ekki hægt að mæla hlutið þá er ekkert accountability. Og ég held til dæmis með bókstafskerfið sko, ég var lélegur nemandi í grunnskóla. Ég kláraði held í grunnskóla með einhverna 6 því að fengu bara allir 6 sem að höfðu fyrir því að mæta svona eftir megni í grunnskólan þessu tíma. Ég lendi í framhaldsskóla og ég sko krasja út úr MH einfallega því að bara hugmyndir eins og að skila heimaverkefnum eða mæti í próf eða lesa heima. Þetta var bara mjög framandi hugmyndir fyrir mér á þessu tíma. Einhvern tímann þá átti ég maður, svo ég kemst aftur inn og byrja á árangri og segjum svo að eitt af það sem er að gerast er að allan tímann þá, hver einstæðan þá er markmiðið mitt að hækka meðlengunum mína. Og ég sé hana hækka yfir tíma á þessum 0-10 púnta kvarða. Og þetta skapað mér ákveða svona mælikvarða sem ég gat unnið eftir. Núna með þessu bókstafakerfi þá ertu búin að fella kvarðan saman. Þannig að ég veit hvað B stendur fyrir, alltaf þessi ekki 6-5 til 8-5 eða eitthvað. Jú, þeir eru jafnvel búin að segja samt sko að það sem geti verið allt á milli sko, ég man ekki, þetta var einhver ótrúlega tölur, ég veit ekki, jú, hvort það B- til B+ getur verið eitthvað á milli sko 4 til 8-4. Það er eitthvað störla sko. Þetta er ansi langt bil sko og fyrir nemenda, hann átti þess ekkert á því sko, er hann á meiri árangri eða hvað og hann átti þess persónulega sko, það er vandinn. Það er vandinn, það er stór hluti vandanum. Svo eru þetta líka ákveðið svona atriði að 2 nemendur sem að eru mjög mism árangri eru að fá sömu einkunn og það er ekkert endurspegla með því og þetta er einhvern hugmyndum að fletja út upplýsingarnar, gera þetta alltaf aðeins óljósara. Eins og það sé það sem að sko leysi ójöfnuðin sem er í menntakerfinu. Það er ekki leiðin er að hafa allar upplýsingarna skýrar en bara finna leiðinar til þess að hjálpa þeim sem að þurfa á stuðningi að halda á einhvern áhrifaríkari hátt. Þannig að þeir fá betri einkunnir, ekki það að fela það að þeir sé með vera einkunnir. Nei, ég meina, þú veist, og ég hef náttúrulega bara sagt það fullum fetum sko að bókstafakerfið er bókstaflega lygakerfi. Það er verið að ljúga að mér það hvaða stöðu ég er í persónulega. Já. Með því að gera þetta óskiljanlegra. Og ég hef alltaf sko hugsað þetta út frá bara svona persónulegum framförum. Ef að ég er alltaf með mjög óljós skil það hvað nákvæmlega sé í gangi hjá mér, að þá veit ég ekkert hvort að það sem að ég er að gera sé að bæta mig eður ei. Nei. Þetta er eins og við værum að æfa fyrir ólympíuleikana og ég myndi borða á tiltekinn máta fyrir æfingar eða á tilteknum tímum sem ég veit, og það er alveg, þú veist, ef maður er með svona afreksíþróttamenn þá er þetta alveg skoðað niður í það sko. Til dæmis bara núna við hef farið oft á tíðum með unga keppendur í ýmis verkefni erlendist í hnefaleikunum og þar er ég að skoða sko, hvað er best fyrir þennan einstakling. Er gott að byrja að hita upp kannski hálftíma áður, sumir vilja hita upp í klukkutíma áður. Er gott að borða þurrkaða ávexti, sumir borða nammi rétt áður en að fara upp í hring, sumir fá bara eitthvað sykurfall rétt áður en að fara upp í hring og það gengur verr, sumir gengur betur út af því að þetta er orka. En allt þetta þarf að vera fyrir hendi og ef að ég væri ekki með neitt mælanlegan kvarða það hvaða áhrif mínir kennsluhættir gagnvart mínu barni hafa á það hvernig honum vegnar svo í prófinu, að þá er ég að ljúga til, eða þú veist, ég er að ljúga það sjálfum mér með þessu kerfi. Já, og það er bara allt gott að þið allir fá B.
Já. Allir komast yfir lágmarksþröskuldinn og hérna Be er best, eins og einhver sagði. En þetta eru þetta sko þetta er bara í ákveðin krensvana náttúrulega ákveðin tortrið gagnvart mælingum og mælikvörðum en ég held líka eins og sko að við skoðum skólakerfið okkar ég held að bara skoðum grunnskólana sérstaklega ég held að það sé almennt ekki við sko kennarana að sakast En sammála. Þegar maður tala við kennara þá eru þau bara rosalega frúströruð þau eru ekki að fá tækin og þau fara allt frá þau sko að námið mitt undirbjóum ekki fyrir starfið yfir í það að við erum ekki að gera þetta eins og við þyrftum að gera þetta. Námsgögn líka nefnt. Námsgögn, það er stór veikleiki þannig að þú veist þannig að sko ég held að kennarinn okkar gætu alveg sko risundir þessari áskorun að gera þetta betur en það er einhvern veginn búið að búa til ramman utan þetta sem að dálítið tekur vopnun höndunum að þeim. Já og líka það er annað í þessu sem að er náttúrulega sko hyskið sem að margir foreldrar eru sko sem að leyfa sér að tala til kennara á tiltekinn máta og öskra þá niður ef að barnið þeirra er ekki nægilega vel í stakk búið til þess að takast á við áskoranir sem að og þær kröfur sem að námi gerir og ég held að sko ef það væri eitthvað svona þjóðþrifaverk sem að við þurfum að fara í það er svona vilja sko að hækka laun kennara út af því að ég held að það ætti að vera ákveðin bara tign í því að vera grunnskólakennari að bara að þú sért að takast á við þannig aðstæður að þú væri að fá umbun í samanburði við það en líka er þið svona aftur félagslega svona óttablendin virðing gagnvart kennurum. Já. Ég held að það væri rosalega jákvætt ef að kennarar myndi fá þann stall aftur að þeim dettur engum í hug það er einhver svona eitthvað mím sem við þykir ná frekar vel þetta að það er kennarinn lætur foreldri hafa blað með einhverjagjöf og foreldri horfir illum augum á sko barnið og svo er og það er þú veist eitthvað 1990 svo er 2026 að þá er hann sko þá er foreldri að bauna á kennaran fyrir það að barnið hafi ekki staðið sér vel. Já. Og það er þessir og þetta nær vel utan það hvernig og ég meina ég heyrst að ég reyndar lendi ekki í þessu en ég heyrst að íþróttaþjálfarar séu líka lendi því að foreldrar séu að mæta og bauna yfir sko aldrei hafa samband við kennara eða íþróttaþjálfaran því að bauna á krakkan fyrir að standa sig ekki nægilega vel það er málið barnið þitt og baunaði líka við sjálfa þig út af því að þú ert ekki að standa þig nægilega vel í stikkinu að ala þetta barnu upp en þetta er svo skrítið með þetta og ég held að vandinn ég er sammálaður, ég held að kennara sé ekki vandinn en aftur á móti til ég að menntavísindasviðið sé vandinn ég veit að þú getur ekki tekið undir það en mér finnst það en mér finnst líka að þetta að þessi óttablendna virðing gagnvart kennurum og öðrum sem eru að sinna börnum sé einhvern veginn horfin. Það er svona stærstu þættinir. Já. Ég er endar sko bara ekki tekjandi hvað sem er sko. Ég held að það sé eitthvað sem þurfum að skoða mjög alvarlega á menntavísindasviði. Því að þarna er þú bara horfir á það þegar að sko nemendur eru reglulega gjós út á samfélagsmiðlum að kvarta endan því að þau séu ekki að læra hlutina sem þau telja sig þurfa. Kennarar hafa stíð fram í umræðuna og sagt ég fekk ekki það sem ég þurfti heldur þú veist. Það er eitthvað annað sem er ekki að virka það er einhver hugmynd það hvernig þetta á að vera sem að virðist fara ekki og þetta er ekki allt svið, það fylgta mjög fínu fólki sem er að gera mjög góða hluti og fína rannsóknir og annað slíkt en einhvers staðar er eitthvað annað sem að er ekki það er ekki verið að horfa nógu svona fast á það hvernig það er mikið að stýta það hvað kennari þarf það meira svona nú hefur svo sem ekki verið í námaðana sko en við erum að dansa eins og köttur kringum heitan graut sko þegar við erum til dæmis að tala jöfnuð í starffræði sko mér finnst það nefnilega sko og ég held að þú veist það sem við þurfum að horfa á er akkurat þetta að sko það var líka bara þess tortring vart heimanámi einhvern veginn vart heimanám allt í einu sko rosalega slæmt. Já, það líka byggir á þeirri hugmynd sko að út af því að sumir krakkar hafa ekki tök á því að fá foreldra til þess að aðstoða sig
að þá þurfum við að taka það út af því að við erum að vinna einhverjum sérkennilegum hugmyndum jöfnuð, sko. Já, það akkur þetta og sko staðan fyrir að segja ok, það sem við ætlum að gera staðan fyrir að taka út heimanámið að vera þá með sko aukin heimanámsstuðning í skólanum sem krakkarnir geta sótt í eftir. Sem að var alltaf til, sko. Já, þetta eitthvað þar sem þú getur fengið hjálpina sem þú þarft og segja að þetta ekki svona vera sko bundið við, þú veist, efnaga en eitt. Ég meina fullt af krökkum sem að eiga foreldra sem að eru bara hátekju fólk og mikli karriéristar og hafa bara engan tíma til þess að sinna námi banna svona. Þú veist, þau þurfa alveg mikið á þessu stuðningi að halda og látekjukrakkanir. Þannig að þú veist, frekar að gera þetta þannig að þú býður þá upp á auka stuðningin af þeim sem að njóta ekki þessar aðstæðna heima fyrir foreldrar sem að geta og vilja hjálpa þeim. Þannig að þetta einhvern staðin fyrir að finna sko hvar getum við bætt í til þess að ná meira árangri, þá kannski leiðin það að bara svona hægt og rólega bara sættist að ná minni árangri. Já, það margt skrítið í þessu líka bara ég veit ekki hvernig ég orða það sko, að einhvern veginn líka varð sko nám foreldrum óviðkomandi. Þetta svona að það væri sko kennarinn sem að ætti að sinna þessu, þeir vita best og ég ekkert að draga það endilega í efa. En aftur á móti þá tel ég að eðlileg framvinda þess hvernig við horfum á menntakerfið sé aukin tortryggni gagnvart og bara sömu hugmyndir og við erum að reyfa hérna, að augljóslega kemur upp einhver tortryggni þegar við sjáum hlutina verða verri á þennan mælilega hátt og eins og segi, þú getur bara ákveði lengi verið að breyta mælistikunni. Ef ég er að ræða við þig með hérna hendina á helluborði sem er 100 gráðu heitt, það alveg vont ef ég setja það í Fahrenheit sko. Já, það bara en það líka bara akkur þetta að við höfum líka hort á það að þegar þróunin hefur verið í auknum mæli í þessa átt til þess að einhvern veginn að eins og erum að ræða, raun og veru staðin fyrir að finna leiðina til þess að lyfta fleiri nemendum upp þá bara gefa eftir kröfunar. Þetta að skila okkur verra menntakerfi og það að koma harðar niður á krökkunum sem að menntakerfið ætti að gagnast til þess að skapa en tækifæri í lífinu. Þannig að þá hefur bara eitthvað farið mjög úrskeiðis og fallegu hugsjónar sem að búðan á baki að skila verri árangri á þeim mælukvörðum sem að þær ættu að vera ná meira árangri ef þær virkuðu. Já, ég er bara hjartanlega sammála. En hérna, við ætlum að láta þetta vera loka orðin. Hérna, eins og segi, ég hafði bara samband við þig í gær eða fyrradag og ég vissi ekki hvað við ætlum að ræða. Þetta var eiginlega nákvæmlega eins og ég vildi að það myndi fara. Þannig að bara Kolbeinn H. Stefánsson, takk aðeinslega fyrir að koma. Partus.is/gamepæling. Ef þú vilt hlusta á þennan þátt, ef þú vilt hlusta á hann live, þá fær það náttúrulega án auglýsinga. En ef þú vilt hlusta á þetta efni og allt efni hlaðarsins ein pæling án auglýsinga, að þá ferðu inn á partus.is/gamepæling. Þannig færðu líka alla þættina. Þessi þáttu vanindar svona meira í hefðbundnum stíl. En já, þetta er þróunarverkefni. Ég tala núna eins og Gunnar Smári. Þetta er þróunarverkefni og ef þið viljið taka þátt þá farið inn á partus.is/gamepæling. Þið getið einnig látið þetta fara inn í alþýðufélagi. Nei, ég er að djóka. Hérna, takk aðeinslega fyrir að hlusta. Þangað til næst.